Fyrir mér var styrkleikinn í því að fara í þetta nám það að ég vissi að það myndi nýtast mér hvar sem er. Hvort sem ég var að horfa á sjónvarpsfréttirnar eða lesa dagblöðin eða spjalla við foreldra mína og ættingja eða fara að vinna einhvers staðar í atvinnulífinu, þá felur hagfræði í sig svo margt sem skiptir mér máli að þekkja. Og ég held að það sé svona helsti styrkleikinn í að velja þetta nám. Það sem er áhugaverðast í námið er rauninni hvað er praktískt. Af því að það er hægt að nota það sem við lærum í hagfræði í rauninni við hvað sem er í lífinu, hvort sem það er vinna eða eitthvað annað sko. Og það sem er líka rosalega skemmtilegt í hagfræði er hvað það er yndislega gott fólk í hagfræðinni. Við erum kannski ekki rosalega mörg en þetta er ein stór fjölskylda og það finnst öllum rosalega gaman í hagfræðinni og allir hjálpast það og svona. Það sem helst einkennir hagfræðideild er að hún er frekar lítil. Þetta er minnsta deildin á félagsvísindasviði og það sem þá raunverulega einkennir námi hér er mikil nánd milli nemenda og kennara. Annað sem einkennir deildina er að tæknilega kröfur sem gerðar hér eru meiri en aðrar deildir félagsvísindasviðis gera og líkist meira því sem gert er í til dæmis verkfræði. Í þessu samhengi má nefna að hagfræðideild hefur nýlega tekið upp inntökupróf. Hjá mér þá stóð alveg alltaf á milli viðskiptafræði og hagfræði. Ég valdi hagfræði því ég vildi takast á við krefjandi nám sem gefur góðan grunn fyrir framhaldsnám. Og ég taldi að með því að taka hagfræði þá væri ég ekki búin að loka neinn dyrum. Ég hafði ennþá möguleikann að taka mismunandi framhaldsnám. Ég vissi ekki alveg hvað mig langaði til að læra en ég vissi hverju mínir styrkleikar voru og það var þess vegna sem ég endaði á að velja hagfræði. Ég vissi ég hafði styrkleik í stærðfræði og ég vissi að mig langaði að vinna í viðskiptalífinu og þess vegna endaði ég á að velja þetta nám. Ég valdi að fara nám í hagfræði af því að ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á samfélaginu, svona þjóðfélaginu, hvað er að gerast. Hagfræðingar vinna mjög víða í stofnunum samfélagsins. Hagfræðingar vinna til dæmis mikið við greiningu á gögnum, í bankakerfinu, í seðlabankanum. Það vinna margir hagfræðingar hjá ríkinu, í stjórnarráðinu. En síðan er hagfræðimenntun mjög góður grunnur fyrir stjórnendur vegna þess að hagfræðin gefur innsýn inn í það hvernig breytingar á ytri skilyrðum eru líklegar til þess að hafa áhrif á hegðun kerfa, hegðun einstaklinga og hópa af einstaklingum. Það sem ég fannst skemmtilegast við námið er hvað það er fjölbreytt og hvernig með margvíslegum hætti er þetta að sýna fram á sömu hagfræðikenningarnar. Til dæmis í rekstrarhagfræði þá lærum við að verð hækkar, það minnkar eftirspurn magn. Svo getum við reiknað þetta í stærðfræði og lokum sýnt fram á þetta með tölulegum gögnum í hagrannsóknum. Ég held kannski það sem hafi komið mér mest óvart var þegar maður áttaði sig á því hvað hið fræðilega átti tengt við raunveruleikann. Maður þekkti kannski ekki alveg umhverfið sem maður var að fara út í, en allt í einu sástu hvernig allt sem þú varst að læra var tengt því sem þú horfðir á í fréttunum á hverjum degi og því sem þú heyrðir talað hvar sem þú komst. Og það kom mér svolítið á óvart. Það sem kom mér mest á óvart er hvað hagfræðin er breið og hvernig nemendur með ólík áhugasvið geta fundið eitthvað sem vekur þeirra áhuga. Hvort þú hefur áhuga á tölum og tölfræði eða fjármálum eða náttúrunni eða atferlinu ansins, þá ættir að finna eitthvað sem vekur áhuga þinn innan hagfræðinar. Hagfræðideild hefur náin tengsl við aðra deildir háskóla. Sérstaklega eru tengslin mikil við viðskiptafræðideild en líka við raunvísindadeild þar sem að töluvert af aðferðafræði kennslu fer fram. Síðan er hægt að taka hagfræði sem bæði aukagrein með öðru BS-námi, við bjóðum upp á 60 eininga hagfræði aukagrein og BA í hagfræði og ef þú tekur BA í hagfræði þá ertu með 120 eininga í hagfræði og svo 60 eininga aukagrein í til dæmis stjórnmálafræði eða félagsfræði eða lögfræði eða viðskiptafræði. Hagfræðin er í rauninni allt í kringum okkur og það sem þú lærir í tímum það nýtist þér ekki bara í framhaldsnámi, heldur bara í lífinu sjálfu. Ég hef verið að fást við kennslu aðeins og það er mjög spennandi að taka kennsluréttindi eftir hagfræðigráðuna. Það er verkefni í gangi núna sem kallast fjármálaleysi í menntaskólanum og það er virkilega spennandi fyrir mig sem hefur áhuga á kennslu og hagfræði að geta kennt það í menntaskólanum. Hagfræðinámið hefur nýst mér í öllu sem ég hef gert í starfinu. Ég er að skrifa fréttir sem að tengjast viðskiptum, atvinnulífinu og stundum stjórnmálum og þetta dýpkar allan skilning og gerir manni svolítið kleift að vinna meira úr því sem maður hefur. Þú hefur ákveðna getu til að greina og nýta það sem þú ert búin að læra og þannig getur þú gert svo margfalt betri fréttir.